Otto hér með Heart Attack, hjartaáfall, vonum sér nú ekki að fá það greið, en klukkan orðin 4 og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan 5. daginn og eins og glöggir hlustundur FM 95 Blöður vita þá var Pétur Jón Sigfússon í fríi í gær, Steindi Junior tók vaktin hans, en sem betur þeir höfðu þeir vaktarskipti, þannig að Pétur Jón Sigfússon mættur á 5. degi, verður velkominn Pétur J. Hvernig ertu á þessum Thirsty Thursday eins og þeir kallaði þetta? Ég alveg feiki góður. Meiri stemmingi núna því að það 5. heldur en miðvikutum? Já, það gríðarlega stemming. Og nóg af þess eftir á miðvikutum? Já, en samt svakaleg pressa, sko. Já. Ég meina, Steindi Junior, vanur að standa hérna á 50. Steindi er búinn að koma sterkur inn. Það alveg svakalega erfitt að fylla hans, eða þú veist, ég mun aldrei fylla hans skó í rauninni, en að vera á sama tíma og hann á að vera, fullt af hlustendur sem að hugsa með sér, ég ætla að sleppa ég að hlusta á Píterinn í gær, skilur við. Tek bara Steindan á morgun. Nei, ég held að hugsa enginn þannig. Svo eru þeir mættir núna, skilur, klukkan slær 4. Nei, býtu var Steindi í gær. Ég held að sé ekki einn maður á landinu sem hugsa þannig. I don't wanna listen better. Eitthvað svona, skilur við. Það er mjög ólíkt. En við tókum sem sko í gær, tókum við hérna, sko 5. dags dagskrána. Við vorum með stigaganginu, við vorum með hérna Nú, já, vondu könnunina og hann var með sínar hérna augljósu staðreyndir. Já, sem eru frábærar. Já, sem eru svona, jú, til lagi. Þannig að við tökum miðvikudagsdagskrá í dag. Já, við tökum bara okkar. Nú, já, það er allt í lagi. Já, það sem ég er persónulega spenntastu fyrir er Graði maðurinn. Já, þú vilt fá hann. Sem er heldur betur að slá gegn. Já, það er sem sagt maður sem æsist á skrítin hátt við ótrúlegustu hluti. Já. Og við ætlum að finna eitthvað nýtt í dag. Hann ætla að ringja í hundasnirtingu, eða ekki? Jó. Hundasnitting, það er eitthvað sem það er eitthvað sem espir hann. Hún að vera að raka einhverja hunda og það finnst honum eitthvað áhugavert. Þegar við að raka einhverja tíkur. Síðasta miðvikudag þá var það bóndi. Já. Ertu með einhverja beljur hérna? Beljur með. Er ég ekki bara einhver djöfisins belja? Já. Nú er það tíkurnar. Þannig að hann verður á sínum stað í dag og er ég persónulega mjög spenntur fyrir því. Pétur er nú eitthvað búinn að væla að ég prófaði það líka. Veit ekki með það, en við sjáum til. Já. Það mun verða veruleika í dag. Þorsteinn Guðmundsson kemur hingað á eftir og ætlar að spjalla hans við okkur. Þetta er hérna inn í stutt og skemmtilegt spjall. Það verður nú gaman. Svo er náttúrulega sturlaðar staðreyndir á sínum stað, aldrei að vita nema karaoke í dettinn og svo er einn liður hérna sem ég tók Steinda í gær, 50 hlutir sem að þú vart að prófa áður en þú deyrði í einhverju og ég ætla ekki að segja þér hvað það er því ég vil koma þér óvart þegar það byrjar. Það var alltaf virkilega gaman með Steinda í gær og það var nóg sem hann átti eftir. 50 hlutir sem ég verða að prófa áður en ég dey. Já, en þetta tengist svolítið, ég vil bara ekki segja það, þannig að ég vil láta sér þetta óundibúinn. Já, ég er alveg gjörsamlega óundibúinn. Ég spurði Steinda í gær hvort að hann var búinn eitthvað þessu hlutum og það var ekki mikið sem hann var búinn að gera, þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Steindi náttúrulega, þú veist, ég er 41 árs gamall. Það er eitt og annað sem kallar búinn að prófa. Heldur betur. Spurðu hvort þú sért með reynslu á þessu sviði, það er svo nú, á þessu sviði? Já, þetta er ekki 50 hlutir sem ég verð að prófa bara á enn deg. Nei. Þetta er á einhverju sérstöku sviði. Já, þetta er ekkert í falli og stökki en eitt þannig, sko. Já, ég get svo sem alveg sagt þér, það er ekkert að fara eða ekki þetta. Ég hef með lista hérna yfir einhverja 50 hlutir sem þú ætti að gera í kynlífinu áður en þú deyrð. Já, ég er 41 árs gamall, það er ekkert sem kemur á óvart. Næja, það er ekki verra. En hvernig ertu búinn að hafa þessa vikuna? Svo við, byrjum nú bara því, ertu ekki búinn að vera góður? Já, það er verið að spyrja, ég er búinn að vera helviti góður. Konaði náttúrulega ammali í gær. Já, til hamingju með það. Já, til hamingju með það. Til hamingju með það, Sigrún mín, ef þú ert að hlusta. Já, til hamingju, Sigrún. Þetta er þinn maður hér sem er að tala við þig. Þú átt ammali í gær, áttir hann. Nei. Já, ég er ekki að meina þannig. Engin pressa? Nei, hún var í skólanum allan daginn í gær. Já. Kom sent heim. Ok. Þannig að við pentum okkur bara, pítsu bara á? Nei, ég ætlaði að fara með hann út að borða. Eða með hann, það er eins og hún sé bara eitthvað tæp. Bara ætlaði að fara með hann út að borða. Bara eins og hún sé í ón, bara gott einna mann. Fyrir að fá þér. Því sé umsjónamaðurinn hennar. Eins og sé eitthvað tæp, já. Nei, hún er ekki tæp, sko. En sko, hvað var þetta? Já, einmitt. Þannig að ég ætlaði að byrja hann út að borða en hún bara þreyttist það, sko. Þannig að við bara... Eftir skólan? Já. Þannig að við fórum bara á austur, ég fór keyrið á staðinn okkar, maður. Hraðlestina? Hraðlestina. Það er svo gott, maður. Það er svolítið okkar staður. Hóluðum því niður með tveimur ísköldum, maður. Bara kaldur á miðvikudegi? Já. Fíla. Það er í lagi. Ég er búinn að fá mér pítsu á afmælisdeginum mínu núna held ég síðan ég var 11 ára. Það við alltaf borðað pítsu. Já, við borðum ekki að kvöldi til og borðað henni í hádeginu. Akkurri?
Af því að Það er bara hefð. Já, ég bara elska pítsu og mér finnst ég að skilja 3 ámæli alltaf. Og pítsur elska þig. Já, svei með það. Það ætti að elska mig því að ég er búinn að vera góður við þér. Já. Alltaf verið. Já. En eins og þið heyrið, þá erum við í stuði, strákarnir, og við verðum það til. Við erum stilt á FM 957 hér á þessum fanta fína 50 degi. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og stend hér og sit hér í staðinn fyrir Steinda Junior. Ég svissaði við hann, ég átti upptökin að þessu. Ég var í vandræðum í gær, litli sonur minn, veikur. Og konan átti afmæli. Og konan átti afmæli, en það var ekki ástæðan fyrir að ég kom ekki. Það var ástæðan var svo að, skilur, það var sonur minn og veikur, ég var að vera heima. Hringdi í Steinda, hann sagði ekkert mál, ég skal taka 50daginn, ég skal taka miðvikudaginn, þú tekur 50daginn. Hérna stend ég, 50 dagar í dag. Sorry, ef þú gerir hlustandi varst að hlusta, varst að hugsa, mér langar að hlusta á Steinda, þá er það bara mér að kenna. Það skrifast á mig, en samt ekki, skiptum stöð vegna þess. Við erum að fara hérna í frábært slúður beint frá Bandaríkjunum, bullandi, sislandi, auði blöð, gjörðu svo vel. Takk kjalla fyrir það, Pétur. Já, ekki vandabálið. Þetta var algjörlega mér að kostnaðarlausu og öllum að kostnaðarlausu. Við erum hér í beinni útsendingu, þér að kostnaðarlausu, kæra hlustandi. Já, þetta er frítt. Þetta er frítt. Það er frítt að hlusta. Það er frítt að hlusta? Já. Hæ. Og ég ætla að byrja slúðrið á strákanum í Queer Eye for the Straight Guy. Manstu eftir þeim þáttum? Nei, var það ekki öfugt? Straight Guys for the Queer Eyes? Nei, Queer Eye for the Straight Guy. Þetta var þannig? Já. Þú ert alveg viss? Ég hef með þetta beintur fram að mig. Nú, já, ég er frábært í þeim. Þetta voru þættir sem voru gríðarlega vinsælir. Þarna voru samkynniði menn að hjálpa svona gagnkynniðum karlmönnum með fataskápinn og svona ráð fyrir stefnumót og annað. Og þessi þáttur er víst að fara að detta aftur á dagskrá. Allavega svona reunion special þáttur eins og stendur hér. Já. Það er að koma saman aftur þessi strákar og vera með eitt svona loka þátt. Einmitt, ég var einmitt mikið búinn að hugsa, af hverju ekki? Drullu sama. Hæ? Æ, ég veit ekki, ertu horfður á þetta eða? Ég horfði á hvern einasta þátt. Nú, var þetta skemmtilegt eða? Hver að fóra Straight Guy? Já. Já, Queer Eye for the Straight Guy. Já, hver að fóra Straight Guy? Já. Frábæri þettir og ég var oft búinn að hugsa, af hverju verður ekki gert reunion á þetta? Og það er að gerast. Það er að detta inn núna. Frábært. Reunionið. Hvenær verður þetta? Þetta er bara núna í næsta mánuði. Þetta er slúður. Ég ætla að taka sumafrí þá. Ég á inni sumafrí, ég ætla að taka það. Hérna er mun skemmtilegra slúður og það er af Jackie Chan. Það er að koma Jackie Chan Theme Park í Beijing. Yes. Eða hans eigi bara tífólið og tækin eru öll tengd honum. Það eru sem sagt rússibannar og fleira. Og allt verður þetta svona í anda Jackie Chan sem er nú frægur fyrir áhættuleik. Hasarmynda hetja. Já, og leikull áhættuatriðin sín sjálfur alltaf. Maður verður að gefa Jackie það sko. Já, þannig að þetta verður svona kannski einhver áhættu garður. Já, ég menn að þú fer í rússibanna þá ertu að taka áhættu. Þetta er... Já, rússibannar hafa klikkað. Já, þeir hafa klikkað. En nú er það líka bara svona adrenalín og svona. Það er hæpið að þeir sé að klikka. Já, það er enga líkur á því þannig sé. En þetta getur skemmtilegt og það er mjög fyndið að segja frá því að Jackie Chan, hann náttúrulega er vinsæll alla Evrópu og allan heim, en hann er sko super megastjarna í Asíu. Og plöturnar hans seljast í bílförmum, hann er tónlistarmaður þar. Nei, þetta er náttúrulega bara grill. Ég myndi aldrei, sko, með fullri virðingu fyrir þessum frábæra manni, ég held að þetta sé topp náungi, eins og ég segi, líkur öll sína áhættuatriði sjálfur og svona, já, en frekar myndi ég myndi ekki kaupa disk með hann til að bjarga lífið mínu, held ég. En ætli sé hægt að fara á YouTube og finna ykkur góð lög? Já, alveg pottitt, ég skora á hlustundur að tjekka því. Já, nei, ég skora á þig. Já, og spila hérna eftir í þættinum. Já, eitthvað gott lag með Jackie Chan. Heldur við finnum gott lag með hann? Nei, það skiptir ekki máli, bara finna eitthvað lag með hann og spila. Já, Gæðin eru aukaatriðir. Svo er það loka slúðrið, það hefur mikið verið fjallað hana Miley Cyrus upp á síðkastið og allt eftir þennan sirkus hennar þarna á VMAs eða Video Music Awards á MTV. Og þetta myndband. Og þetta myndband náttúrulega ekki var það að hjálpa. Nei, en nú það brendi mig bara í augun þetta myndband. Ertu búin að sjá það? Hæ? Ertu búin að sjá vídeo? Já, ég sá svona, ég gæti ekki orðið á það. Já, ok. Þetta er svo svakalega gróft. Já, og nakin á einhverju kúlu og eitthvað. Já, nakin og kúlu maður. Ég bara meika þetta ekki. Ég er bara komin á þann aldur. Nú eru þau hætt saman, hún og Liam Hemsworth sem er svona eitt svo heitasti leikarinn í Hollywood. En ég hef bara lesið í gæra að þau voru hamingjusum. Nei, þau eru náttúrulega ekki hamingjusum. Þau eru bæði búin að slíta trúlónu og eru núna hætt saman. Og það er leðilegt að heyra það. Já, það var einhver vinur hans Liam Hemsworth hérna sem sagði að hann væri bara búin að gefast upp og hefði skammað sín þegar hann var að horfa á, til dæmis tónlistarhátíð, MTV tónlistarhátíðina. Skilum að það ekki alveg. Eða það ekki, að þú væri heima... Ég held samt einhvern veginn að þetta stjörnulið, eða þú veist, þetta lið hefði svo mikið umburðarlendi gagnvart einhver og svona, þú veist, allir berir og allir með öllum og allir í sleiku alla og svona. En samt, sko, að þú ert
heima með félaginum. Já. Eða í salnum með kannski besta vinninum. Já. Og svo kemur kærastæðin á svið. Já, hún bara í bikini. Já, hún bara í einhverju bikini með eitthvað svona svampputta í klofinu og þetta var bara hálf ógeðslegt. Já. Þá ertu ekkert eitthvað að hlæja og segja, herru, þetta kærastæðin hann maður. Þetta er bara vont. Á allan hátt, ég skil hann vel. En ég ekki að segja hann þurfti að hætta með hann út af þessu, en það lítur að vera eitthvað meira sem spilar inn í heldur en bara þetta, sko. Já, kannski. Eins og þú sagðir, vídeo líka. Vídeóið maður. Ég veit ekki, Áfram mæli. Já, Sigrún hefur upp á sviði bara með einhvern svampputta og eitthvað, ég er bara ánægður með þér. Þetta var bara flott maður. Hún myndi bara að styðja hana. Já, reyndar. Hann ætti kannski bara að styðja hana. Hann hefði bara átt að styðja hana. Þú vera bara alveg kallmaður. Þetta var slúðurpakki dagsins. Herðu Auðun, á skalanum 1-10, þetta 266, þetta var frábær slúðurpakki. Gjössa. Framhaldsskólamótið í Paintball 2013. Loksins komið að því. Stærsta paintball-mót ársins hafið. Þú skráir þitt 7-mannalið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbyrðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintball-móti ársins. Verður þú paintball-meistari 2013? FM 957, Skemmtigarðurinn Grafavogi og Pepsi. Rýningarsölunni að ljúka í Intersport Lindum. Verslunin lokar, allt á að seljast. Intersport, alvöru sport. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Í kvöld byrjar Oktoberfest á English Pub. Bóli frá Ölgerði í boði frá klukkan 9. Einar Ágúst sér tónlistina. Láttu sjá þig. English Pub Reykjavík. Spænski boltinn rúlar áfram helgina. Gareth Bale, Ronaldo og félagur í Real Madrid berjast toppsætið ásamt Messi, Neymar og félögum í Barcelona. Spænski boltinn hefur aldrei verið stærri. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Í kvöld á English Pub sér Einar Ágúst að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egilsgull. Léttöl. Mini-pítur. Frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem Pítan, sími 562 9090. Pítan, alltaf fersk. Skúrken og Bistro Boy spila á Hressó 50. 19. september í boði Viking Léttöl. The whole damn planet wanted a piece of me. Vin Diesel mættur aftur sem grjótharði Riddick í frábæri hasarmynd. Riddick frumsýnd 20. september. Viðburður ársins í Smáralind í kvöld klukkan 7:30. Ripley-sýningin sem enginn vill missa af. Sjáumst, Smáralind. 11 Rockquiz á Bar 11 klukkan 9 í kvöld. Ókeypis aðgangur og stórglæsilegir vinningar. Bjór á 450, skot á 450. Bar 11. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin hafið, Spönginni og Hlíðarsmára. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Ískaldur á krana alltaf á aðeins 500 kall. Players, Búðakór Kópavogi. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smertu þér inn á stöð 3.is og þú færð fyrsta mánuðinn frítt með. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Okkur PSA áðan ekki í fyrsta sinn og örugglega ekki í síðasta sinn. Miley Cyrus með lagið sitt. Veist hvað heitir þetta lag, Pétur, sem vorum að spila? Já. Hvað heitir það? Hey. Hey, nei, það heitir We Can't. Já. Það er grenjandi þetta fólk. Já, það er smá vælinni. Þú voru að byrja núna því Þorsteinn Guðmundsson að taka mikrofónu og setja nær þér.
Og kannski heyrt þetta áður á einhverju skrýtnu hóteli. Míkrahóteli eins og risadild og í klámið. Þannig ertu komin. Hann vill ekki fara nálægt. Rættu við þetta helvít. Nú heyrist í þér. Og það komið til okkar góður gestur og það grínistinn og, lífskúnsnerinn Þorsteinn Guðmundsson. Verður velkominn. Takk fyrir. Í, neongrænum jakka. Grænum, gulum. Ég litlitur sjálfur. Ég bara veit að eftir að ég keypti þér á jakka þá hlegið að mér svolítið út á götu. Hann vekur athygli. Já, það hlegið. En það ekki akkurat ástand? Það kom bíl í gær sem rak upp rosa hlátur og svo mætti ég dreng með gleraugu á þann og hann brosti svo hann hefði aldrei séð neitt skrýtnara, sko. Þannig að það var ekki hlegið á mér, sko, þegar ég var í venlegum fötum. En núna er ég komin í þennan jakka eins og páskaági. Hlegið opið geð á mér. Gerðu svona hérna við mikrofónans Steina, alveg svona lift honum svona hérna upp þessum hérna, nú heyrum við Elías. Hvað vol er þetta, eitthvað frumstækt? Já, svona er þetta FM. Á Rás 2 getur við tala bara hvernig sem og það heyrist bara í þér. Þetta eru Ég fyrir stundum fram á gang og fyrir að klósetti og tala. Já, heyrist alltaf. Þessi eru raddmiðaðir. Hann nefnilega, ég veit. Þeir eru verða að hafa rödd. Góða rödd, já. Já, heyrist vel í þér. Já. Já, nú heyrist mjög vel í þér. Hvað að frétta Steina, ertu ekki ferskur? Jú, við byrjum á því. Ég er bara helviti góð, sko. Ég er bara eitthvað svona, eins og gamli kallar, að bauka eitthvað. Ég voru gaman að því, sko. Þú ert í þessu jakka því að þú hjólar allt. Hjóla mikið núna. Já, hjóla allt sem þú ferð. En ertu þá ekki sveittu þú ert að mæta í viðtölu og svona? Hann er perfekt. Ég er eins og núna, ef áhörundu vilja vita, þá er ég svona eins og ég sé skotin í eitthvað, skilur. Ég er sveitna. Ég hef aldrei séð það. Ég hef aldrei séð þess að stráka. Fallegum breytast í perverta á því að hjóla svona mikið. Mæta í búðir. Bönadós. Já, maður getur ekki fara að vesla sófa á hjóli, skilur. Nei. Bönadós. Það er allt smátt. Þetta minnir svolítið á graðamannin sem er á eftir, Pétur. Þessi er svona perralegur að því hann er sveittur. Hann er alltaf alveg bullsveittur. Hvað gerist nú? Ég ítti á okkur takka og rapaði niður. Já, stóllin. Þetta er ónýtur. Ég ætla að standa frá það. Já, þetta er ástæðan fyrir að ég stend. Stöndu núna. Þá er það að lyfta magnum. Já. Því lítið við sér. Ættu nú að tala hennar mikrofón. En hvað það er stand-up framdunni að þér? Hvað bæði í kvöld eða ekki og á morgun? Í kvöld verði ég á staða sem heitir Spot í Kópavogi, eða Spot. Veit ekki hvað? Spot. Erlendur staður, fyrir útlendinga. Og ég hef aldrei komið þangað. Ég var að vonast til þetta að væri kannski svona súlustaður. Já. Er það? Nei, það var alltaf bara Goldfinger. Hef ég heyrt, ég var nú ekki að fara á þetta sjálfur. Nei, já, ég hef líka heyrt það. Hengið þetta allt saman. Kópavogur, súlustaðir. Þetta er bara skemmtistaður. Spot. Já, það er verið að horfa á fótbolta þarna og það eru bölðana. Páll Óskar var þarna síðasta laugardag með ball hana. Þetta er risastaður. Þetta er risastaður. Eigið þið vonu alveg 2000 manns á stand-upið? Ég veit ekki. En býta, hvað segir þú eigið? Það er bara einn sveittur maður á sviðinu. Eru fleiri heldur en þú? Hérna Gunnar Hrafn verður þarna og Ari Eldjárn og Þórhallur Þórhallsson. Hann verður kynnir inn á milli, sko, sem er mjög þakklátt, sko. Það er hann alltaf fyndnastur, sko. Hann fær alltaf svona pásur. Er ekki þægilegast að vera kynnir á svona kvöldi? Það er mjög þægilegt. Er það ekki? Jú. Ég gerði þetta þegar ég var kynnir í Fyndastamöður Íslandsingarnanda. Kom ég inn. Byrjaði að gera lítið úr þeim sem var á undan mér, sko. Hann gæti ekkert gera, hann fekk ekkert koma aftur. Nei, hann gæti ekki svara fyrir sig. Hann gæti alltaf rústa öllum, sko. Og enda kvöldi, þetta voru vonbrigði, en... Og allir bara, þetta var Þorsteinn samt góður. Já, hann var frábær. En svo er það eitthvað Akureyri á morgun með strákunum í Mið-Ísland. Já, Mið-Ísland. Ég er orðið svona eitthvað hálf tengdur heim. Ég kem mikið inn í það. Já. Þegar þeir farið frí, ég er svona varamaður. Og við erum í Hofi, sem er einhver samkomuðu staður og... Það er svona Perlan, nei, ekki Perlan, heldur Harpan þeirra, eða ekki? Já. Harpa Norrlendinga? Jú, það er jafn mislukka. Nei, þetta eru bæði mjög flott hús. Já, er þetta ekki flott hús? Já, hvað mislukka, hvað? Ég veit ekki, ég hef aldrei komið að inn. Nei, þetta er voða flott, sko. Já. Þú er aldrei komið neitt inn, neinstað. Nei, ég bara... Hefur komið inn í Hörpuna? Ég lítið farið. Hefur komið inn í Hörpuna? Heyrðu, ég lendi því, ég var að skemmta í Hörpunu bara í síðustu viku. Já. Og ég fer og ég er að skemmta á veitingastað á 7. hæð. Vissu þið að vera 7. hæð? Já. Nei. Og þetta er... Það er ekki að tekja það til sögunni, skilja. Og ég fer hann upp á 7. hæð og labba út úr liftunni. Það er bara heilt dýpi niður.
og ekkert nema svona smá grindverk sem gegnsætt úr einhverju trefjaplasti og maður sem viðkvæmur á taugum, hann fer náttúrulega að hugsa hvað ef ég hoppa, skilur, hvað gerist? Ég treysti sjálfum mér ekki og ég bara byrja að skjálfa allur, sko. Þannig uppi? Já, þetta hátt uppi. Já, þetta mjög hátt. Ég gætt hoppað upp, ég hefði náði í glerið í þakinu, skilur. Já, háið þetta ekki saman staður ég farið á. Nei, það nefnilega það. Og ef þú hefðir hoppað, þá hefur endað á veitingastanum á torginu og það niður. Já. Og bara blassast þar yfir allt. Pönnukaka. Já. Eða ég geta líka, þú veist, ég veit ekki að ganga svo langt, ég geta slefað niður á fólki eða gert eitthvað. Já. En ertu svona eins og með stand-upið, nú ertu vinsæll, grínisti og ferð víða með stand-up, ertu búin að bæta miklu nýju vinni, ertu að semja daglega, hvernig er svona rútínan hefur? Nei, ég sem nú ekki daglega, ekki nema að þú veist að maður fái hugmyndi, sem við fengum hugmynd á hann að gera saman að klósett og farsíma. Sem var mjög góð hugmynd, ég held ég skrifa hana niður. Já, þú skrifa hana niður. Af því að klósett eru hreinni en farsímar. Já, og samkvæmt einhverjar könnun, þá með þessi stjórnlun staðröndum með það. Já, þannig að þú ættir í raun og veru að tala í klósetti frekar en farsíman. Já, það er hreinna. Já, setur hann niður, getur notað hana sem snertiskjá. Já. Og svo bara kveður, setur hann upp og mígur. Þetta er allt miklu snirtilegar heldur en farsími. Það er bara í að heilsa, svo byrjar þau bara. Já. Það er búið þægilegt. Og fyrir þá sem að vilja smá golden shower þá bara er það í beinni út. En hvernig hvað efni, þú mátt segja allt Jesús. Hvað ertu að vinna með í stand-upinu núna? Ég er með smá svona nýja byrjun á aktinu mínu sem er í raun og veru bara að tala sjálfa mig og ellina. Ég er alltaf að skrýmslast upp eins og fólk gerir, sko. Þú veist, fólk horfir á mig, hvernig góður. Þetta maður sem ég sá fyrir 20 árum á vídeóspólu. Hvað kom fyrir það, skilur? Hvað kom fyrir? Það kom ekki fyrir. Ég eldist 20 ár og ég er þetta ljótur í dag og það er bara verið svona. Við byrjuðum sæti. Mér finnst þú lítið vel út. Mér finnst það. Þig kannski. Já, en ég er að segja, mér finnst þú ekki búin að eldast vel. Nei, illa ætlar að segja. Langt í frá. Það er ekki tekið tilbaka. Nei, þetta er bara grín, skilur við. Ekki taka þessu álálega, þetta er bara uppistand, sko. Já, uppistand er svolítið svolítið. Það er bara grín. Þannig að það er í kvöld á Spot með Ara Eldjárn. 8:30 á Spot og svo í Hofi á Akureyri, 8:00 á morgun. Og það er inn á hof.is eða ekki, meðsalni, eða hofi.is. Þetta heiti eitthvað listahúsið eða eitthvað. Listahúsið, já. Það er ekki að googla þetta. Já, ég hljóta að þekkja þetta fyrir Google frendi bara. Já. Þannig að ég óskaði bara allsins besta með það. Alltaf gaman að fá því heimsókn, Þorsteinn. Það var yndislegt að fá þess þinni. Sveittur og sætur. Ég væri til að sitja hérna og spjalla við því allan dag, sko. Og eldist þig. Má ég ekki koma aftur, Öddi? Þú mátt koma, veist það, þú mátt vera hérna allan dag. Ég er ekki auðvitað, ég myndi vilja hafa þig bara hérna okkar meinasta degi. Bara svona eins og ykkur viðlýsingu sem út á kanti. Já, svona þægilegur. Getur við sitið hérna í horninu með bjöllu? Sætin á aukasýninguna klukkan 11. Ekki missa af stærsta grínviðburði Íslandssögunar. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Spænski boltinn rúlar áfram helgina. Gareth Bale, Ronaldo og félagur í Real Madrid berjast toppsætið ásamt Messi, Neymar og félögum í Barcelona. Spænski boltinn hefur aldrei verið stærri. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Keila í reyktu paprikuchili. Fiskverslunum Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Kynntu þér stuðlana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á Lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Það er komið að því. Jeff Dunham stígur á stokk í Laugardalshöllinni á föstudaginn. Tryggðu þér allra síðustu sætin á aukasýninguna klukkan 11. Ekki missa af stærsta grínviðburði Íslandssögunar. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Skúrken og Bistro Boy spila á Hressó 50. 19. september í boði Viking Léttur. Einn stærsti leikur tímabilsins.
Manchester City, Manchester United. Sunnudag klukkan 14:45. Cardiff Tottenham á sama tíma á Sport 3. Enski boltinn, háhraðanet og heimasími fyrir aðeins 8.990 krónur. Tryggðu þér kaup ársins í enska boltanum. Sport 2, enski boltinn. FM 95 Blö á FM 957. Við þökkum Þorsteini Guðmundsinni kærlega fyrir komuna, ekki það hann sé í bílnum sínum að hlusta því að hann var á hjóli. Og efast ég að hann sé með iPodin í gangi að hlusta á FM 95 Blö núna á hjólinu sínu. Nei, það er hæpið að Þorstein Guðmundsson. En við þökkum hún samt fyrir komuna. Alltaf gaman að fá Steini. Já, við gerum það. Og hvetjum alla til að tekka á þessum sýningum hans. Já, endilega. Spott í kvöld. Spott í kvöld. Hann ásamt Ara eldi áttu nú. Já, þú ert líka í spott í kvöld. Er ég? Það er ekki alltaf eitthvað svona hjá okkur konuna á 50 dögum. Hvernig veist þú það? Sigrún segir mér alltaf að hún er búin að fá sér 2. Já. Þannig að það fer ekkert fram hjá mér. Men það er hins vegar komið að sturglegum staðrendum, Pétur. Skulum vinda okkur í sturglega staðrendir hér í FM 95 Blö. Já, ætlar að kynna þér inn með svona þínum. Já, ég var að því með. Já, hvað, gefðu það aðeins eitthvað. Já, kæri hlustendur, kæri hlustandi, þú ert heppinn í dag. Ef ég væri þú, þá myndi ég mæla með þig og myndi keyra út í kant, losa sætishólinn á bílnum, alla sætin aftur, slaka vel á, sögðu börnunum að hlusta vel. Það er komið að sturglegum staðrendum með Auðun Blöndal með glænýjar 10, 15 stykki, 20 stykki. Þetta var allt annað. Þær eru 10. Já. Og hér kemur fyrsta. Will Ferrell hafnaði $30 milljónum fyrir að gera Elf 2. Manstu eftir jólamyndin hans Elf? Já. Já, þeir vildu gera aðra því að hinn náttúrulega sló í gegn. Var ekki gerð önnur? Og rakaði pinn. Nei. Það var ekki gerð önnur því að Will Ferrell hafnaði og á sínum tíma hefði þetta gert hann að launasta leikara heims. Það hefði enginn fengið $30 milljónum á þessum tíma. Já, hér. Þetta segir okkur það. Hann hugsar dæmið öðruvísi. Já, hann er ekki í þessu fyrir penningin. Út frá penningum. Nei, hann er nú alveg tekið þessi léleg hlutverk síðan samt, sko. Aha. Já, en ég bara fór að hugsa hvað ég myndi ekki gera fyrir $30 milljónum. En mér fannst þetta ekkert lélegt hlutverk. Nei, hann var með þessu mjög góður. Skemmtileg mynd. Já, hann frábær í fyrir myndinni. Já. Er einhver bíómynd sem þú myndir ekki leiki, Pétur, fyrir $30 milljónum? Þetta er sinnum 120 milljónir. $30 milljónir? Já. Er einhver mynd sem ég myndi ekki leika í? Já. Myndirðu hjóli í bláa bransan? Nei. Nei. Ég veit fyrir víst að ég myndi ekki hjóla í bláa bransan. Fyrir $30 milljónir? Dollara? Nei, vegna það það bara myndi ekkert ganga. Nó. Að vera með mig í því. Já. Það er þessi stutt bíómynd þá. Það er alltaf mikið meira en einhverja. Ég veit ekki hvað Er það stuttmynd? Það er stuttmynd. Já, það getur samt orðið kannski, þú getur orðið sá leikari sem að, veitir svona fyrstu til að vera ekkert í allt og löngum atriðum, en rosalega mörgum. Já. Þannig að bara í tekkitíma mynd þú alveg bara þetta er bara 120 atriðum. Cut to the chase, bara öll atrið. Það er eitthvað vöflur með það. Nei, pizzan er komin. Já, og svo bara búið. Já, það fyrir mér næstum. Koss hefur betri áhrif á sársauka heldur en morfín. Þannig að þú ert að kissa einhverja eða einhvern sem þið þykir virkilega vænt þá hefur það betri áhrif á sársauka eða meiri áhrif á sársauka heldur en morfín. Þannig að ef maður er á slysaðarstofunni, stórslasaður, og læknir hrópar, gefa honum 100 milligram morfínu, og þá getur maður öskar bara, ég vil ekki sjá það, ég vil bara fá koss. Já, það stór enda bara að kiss, en þetta hlýtur þá að vera koss frá einhverjum sem að langa virkilega í, skilur. Já, þannig, já. Já, það hlýtur, ég minna. Það myndi ekkert gera fyrir mig ef ég er einhverju sársauka, það myndi ekkert gera fyrir mig að þú kemur að kissa mig, sko. Það myndi ekki hjálpa mig mikið. Þú getur nú ekki verið alveg, þú veist. Það verður gaman að sjá það. Nei, reyndar ekki. Þú hefur aldrei kysst með almennilega. Nei, og ætti sann aldrei að gera. Akkur ekki. Það er bara ekkert. Það er ekkert á stefniskráni. Er það ekki bara eitthvað sem, þú veist, þarf að gera? Já, skoðu. Þannig að við getum unnið miklu betur saman. Og voru nær hver öðru. Ég er búinn að gera það með Sveppa, við hefum ekkert unnið betur saman síðan, sko. Ekki? Nei, það var áskorun í 70 mínútum einsinni. Var það djúpu koss alveg? Já. Nei. Já, mjög erfitt, já. Tungur? Já. Nei. Já. Alveg heil lengi? Með 10 sekundur. Vá, það eru verið erfitt fyrir þig. Já. Þú með snertifælinu og allt þetta maður. Þú getur rétt ímyndað þér hvað svo óþægilegt. Þú veist óþægilegt bara ef ég er að nutta á rakslirna og tala, þetta er þessu menn. Já. Þannig að sleikur var erfiður. Ok. En svo er það næsta. Ef við gætum ferðast underground eða svona undir jörðu, þá tæki það aldrei meira heldur en 40 mínútur að fara á milli staða sama hvar þú væri í heiminum. Þannig að
Ef við kemumst bara svona undir jörðina, bara svona underground, já. Nei, ég meina við erum að því. Það verið að ferðast underground bara upp okkur einasta dag. Já, það bara eins og sérðu bara lestakerfið. Þegar þú tekur lest í London, þá ertu mjög snöggur að fara eitthvað. En þarna samkvæmt þessu, og þá eru aldrei meir en 40 mínútur sama hvert þú ætlar. Ok, þannig að við myndum gera neðanjarðarlest frá Reykjavík til London. Já. Þið þá aldrei lengur en 40 mínútur á leiðinni? Já, ég skil þetta ekki. Nei, en svona skil ég þetta. Já, það var allavega, sko, ég er náttúrulega íslenska þetta bara. Þetta er sturlu staðreynd. Nei, þetta sé bara alveg, þú þurfa að fara alveg bara í gegn, heldur þú sé verið að tala, nei, það er ekki hægt. Já, bara bóra, bara beina leið, bara. Þetta var eitthvað svona pendút allavega, Þetta er einhver þvæla. Þetta er bara sturlu staðreynd. Hér kemur næsta hins vegar sem er mjög skemmtileg og fyndin. Það voru einu sinni 14 íkonar handteknir í Íran fyrir að njósna. Já. Það er meira. Það er með svona Mission Impossible græðir að sér. Við erum að andtaka þetta, menn það er íkona núti. Já, það eru að njósna okkur. Internetið er 22 ára. Sturlu staðreynd. Já, þessi missir. Já. Haldið þið með 22 ára, þetta er ekki gammalt. Nei, hvað er langt síðan að þú byrjar að nota netið? Það er bara mjög stutt síðan. Ég er 11 ára þegar netið kemur. Ég byrja ekki, já. Hvað segir þú? Nei, ég ætlaði ekki að segja. Jú, ég byrja ekki að nota netið fyrir að ég byrjaði, ég lík því. Það var komið þegar ég var í Bingingur og Kópavogs í Hafnarfirði. Maður er alltaf að ringja inn. Já. Og ég man að pabbi, sko, ef ég var á netinu þá var ekki hægt að nota heimasíman. Já. Þannig að pabbi, maður var oft bara hægt á netinu. Já. Svo var þetta að ringi, þá var ekki hægt að ringja heim til okkar ef ég var til dæmis á netinu. Það var þvílík bylting maður, ég var að vinna í festingadeildinni í Bingo í Hafnarfirði. Komst á netinu, bara verið að flakka á netinu bara og bara, þú veist, eitthvað rugg. Já, ég var líka svo lélugur á netinu, ég man til dæmis þegar ég var að senda tölvupóst, og þá skrifaði ég, veist, í subjecti svona efst, það svona skrifa kannski sælvinnur eða eitthvað svona og svo ferðu inn í sjálfan póstinn. Ég skrifa alltaf allan póstinn þar, af því ég kunni það ekki. Þannig að þá sendi ég bara, sælir, jæja, herðu, hvernig er stemmingin helgin? Og bara kikið upp í póstar, það var bara, subjecti var alltaf bara þvílíkt langt. Hvað það er fallegt. Já, en ágætur núna, ég segi nú ekki góður á tölvur en ágætur. Nei. Svo er það næsta, letidýr kúka einu sinni í viku. Letidýrin, já. Það er svona ágætti á þeim. Svolítið í hlutarins eðli bara. Já, það nennaði ekkert oftar. Ég reyndar, það ekki fullt af manneskum sem að kúka bara einu sinni í viku líka. Nei, það? Já, fullt af. Ég sé svona 4 sinni í viku. Ég er ekki á hvernig degi eins og margir. Ekki það ég ætla að fara að ræða hægðir eitthvað ítalega hérna. Það er líka frensandi. Já, en þú? Ég er mjög oft bara 2 ára dama. Nú, ok. Það er eitthvað þvílík framleiðsla í gangi. Það borðað mikið. Skjaldbökur. Hvað meinar það með því? Hei, ég segi svona. Veist þér ég borðað mikið? Alls ekki. Er það að segja spik feitur það? Þú ert mjög feitt og flottur í dag. Já, ég held það. Marathonmaðurinn. Skjaldbökur geta mýið með munninum. Þú ert að búið það til. Ég sverða hann. Ég sé það í augunum þar. Ég sverða það, þú sér það í augunum að núna. Ég vissi að þú myndir að hafa gaman að þetta. Þetta er bara rugg. Nei. Það er gamlega mýg sem að... Það er mýg ekki bara með munnunum. En ef það þurfa þess, ef það eru í vesinu, þá geta það. Það geta líka andað með raskatinu. Það er geta það? Já. Býtu, það er pissa. Það geta pissa sérst á 2 stöðum? Já. Það er manga. Það er eins og að við varum í einhverju bullandi vesinu, að við getum það bara mýið með. Býtu, hvenær ætti maður að vera í það miklu vesinu að maður geti bara ekki pissa með... Skilju, hvenær ættu þær aðstæður að skapast að maður... Ég verð að láta þetta flakka mér! Ég náði ekki aldrei bara... Það er alveg frussa bara... Hlandi bara út... Þetta er bara rugg. Nei, segjum... Ég set til dæmis strax fyrir mig að þú ert alveg í spreng og ert ekki að ná að... Segjum bara að þú ert út í skói eða eitthvað, ert ekki að ná að opna bursnagsöðun. Það var fint að geta bara neltið svo munninu. Já. Nei, ekki. Það er enda alveg... Það er líka bara tölvöld snirtilegra eða þú ert eitthvað... Nei, það er svo sem aldrei snirtilegra. Þetta er mýga með kjaftin. Tek það tilbaka. Herðu, svo er það næsta, sá sem talar fyrir Yoda í Star Wars. Já. Takk ég mig mest. Já. Þessi stóki ég fór. Ná, frábært, þú nærðum mikill smá enn. Sá sem talar fyrir Yoda er líka rödd Miss Piggy í Brúðuleikurinn. Það er sá sami sem talar fyrir þau bæði. Nei, þú lígu því. Nei, og ef þú fyrir að hugsa þetta, þá fattar maður það. Miss Piggy talar ekkert svo ólíkt Yoda. Nei, það er alveg rétt. Endala sami gaur. Þetta er algjörlega mjög. Og þarna sem er alltaf með Kermit. Ná, hér einu svona enn. Nei. Munum að mér að vera, ég vissi að mín eftirherma var ömuleg. Það eru 2 eftir.
Þú ert ekki fastur í umferð, þú ert umferðin. Þú ert ekki fastur í umferð, þú ert umferðin. Sturlu staðarind. Auðvitað, þú ert að semja þetta kjálpa. Veistu það, það er að... Fattar þetta ekki? Jú, að sjálfsögðu fatta ég þetta. Ef ég er í umferð... Þú ert jafn mikið umferðin og sá sem að, þú ert ekki fastur í umferðin, þú ert umferðin. Svolítið djúft. Þetta er svo djúft að mér langar bara í rauninni að segja þetta gott í dag. Svo er það síðasta. Bara hafa þetta stuttan þátt. Já, ég er reyndar núna bara strax eftir Sturla staðarendi fyrir graðamanninn, ég laka til, þú ætlar að hringja hundasnýrtingu. Rólegum með. Þetta er síðasta. Ok. Já, þetta er allt í lagi og ég er fínn eru algengustu lygar heims. Þetta er allt í lagi, it's ok. Já, þetta er allt í lagi og segja svo bara, hvernig ertu? Ég er fínn. Þetta eru algengustu lygar heims. Já, hvernig ertu, Pétur? Ég er allt í lagi. Ég er allt í lagi og fínn. Þetta voru Sturlaða staðarendir þennan fimmtudaginn. Þetta var frábæra Sturlaða staðarendir, Auðun. Já, þú varst nú að efast þér alla núna. Mér varst allt í hennu einhver svipur í augunum á þér. Já. Sem bara, ég hef aldrei séð þessa svipi í augunum á þér núna þegar hann kom nokkru sinn. Nú, ok. Sem ég bara allt í hennu býtu, gæin er að semja þetta. Nei, sverðu það myndi ég aldrei gera. Þetta er allt Sturlaða staðarendir. Fæ þetta af síðu. Við skulum fara hér í Lönu del Rey, svo er það graðimaðurinn og hann ætlar að hringja á hundastyrtingastofu á eftir. Já. Og það mun æsan. Viðskiptavinir með F+ tryggingu fá flottar húfur með endurskinni fyrir krakkana á næstu þjónustu skrifstofu VÍS. Sjáumst í skammdeginu með F+. VÍS. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Langa í austurlensku karrí. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Í kvöld á English Pub sér Einar Ágúst að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egils gull. Léttöl. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Skúrken og Bistro Boy spila á Hressó 50. 19. september í boði Viking Léttöl. Nú býst áskrifendum í Stöð 2 Vild frábæran afslátt hjá Lifandi markaði og Vegamótum. 20% afsláttur af öllum vörum við fyrstu kaup hjá Lifandi markaði í Fákafinni 11 og 35% afsláttur hjá Vegamótum alla mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga frá klukkan 11 til 16. Kynntu þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snilld. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. 957 I've never seen a diamond in the flesh. My friends and I, we've cracked the code. Hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Já, komið þið sæl. Komið þið sæl. Auðun Blöndal heiti ég og með mér er hann Pétur Jóhann. Já, hann er hérna með. Vaktaskipti á honum og Steindon Junior. Já. Þannig að Pési með mér núna þennan 50 daginn og það er komið að dagskrárlið sem ég er búin að bíða persónulega eftir í allan dag. Já. Þetta er uppáhaldskarakter minn í dag. Þú ert nú búin að eiga á nokkra, Tong og fleiri. Gunnþór. Þú vildir hann alltaf á tímabilið, þú ert alveg hættur að biðja hann. Ræskjarinn og, nei, ég steyttist í góðan Gunnþór, sko. Þessi kjellin, en í dag er það graðimaðurinn. Já, the horny bastard. Horny bastard, hann æsist kynferðislega við skrýtna hluti. Já. Og hann er búinn að vera að hringja í bókhaldsþjónustur, hann er búinn að hringja í bónda. Já. Við ætlum í dag að láta hann hringja eitthvað sem að tengist hundum. Hundum, já. Já, þannig að það er hunda... Það hefði verið gaman að láta hann tjekka á því. Hundasnirtistofa eða hundahótel eða eitthvað, ekki? Jú. Á ekki að byrja að finna bara einhverju hundasnirtingu hérna? Já. Hvernig finnst þér á það?
Stöla. Hann tilbúinn, graði maður? Góðan daginn, já, ég er að fæða. Ég er að leita á honum hérna. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hann andar alltaf á eftir hverju setningu. Já, hann byrjar alltaf svona pínu rólega. Góðan daginn. Svo hann dottinn í gírinn, sko. Já. Hérna með þetta, tilbúinn? Já, ég er tilbúinn. Endavina, góðan dag. Já, góðan daginn. Er þetta hundasnirti, Stó? Já. Hvernig, er þetta snirta einhvern hund núna akkurat það? Já. Er það tík? Er það tík? Já, reyndar. Okkur? Nei, maður bara heyraði fólki sem Hvernig, þú ert búin að vera í svo lengi eða ekki? Jú, ég er eiginlega rosalega busy, þannig að, þú veist, hvað málið? Hvað ertu að fara að gera? Halda fram að vinna. Hvað ertu að gera aftur? Ertu að snirta tík? Hún var að fatta þetta. Nei, hún bara vildi ekki tala við þig. Var hún að fatta þetta eitthvað rugglega? Já, ég held það. Einn yfirbútt. Já, þú ferð eins og það. Var ég of geistinn? Já, þú fórst bara beint í tík og snirtingar og þú voru það aðeins að veiða. Já, mér langaði bara að láta hann fara bara djúpt inn. Djúpt inn, sko. Hérna kemur hann, tilbúinn? Já, tilbúinn. Hvað? Ég er bara vona að ná einhverju góðan. Þið langar í það. Mér langar í það líka, ég er alveg. Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Ertu með svona hundasnitt eitthvað? Já. Ok, ég ætla að spyrjast fyrir þessu værið hjá þér. Já. Ég er með tík sem það þarf. Hvernig hundur er það? Hvað segirðu? Hvernig hundur er þú með? Þetta er svona púðlutík. Hæ? Púðlutík. Halló? Já, heyrir ekki í mér. Halló? Já, ég heyrði bara ekkert í þig. Já, þetta er púðlutík. Já, púðlutík, það er 6.000. Hæ? 6.000. Já, ok, og er það bara, ég þarf að láta raka af henni allt, sko. Já, bara raka allt og klippa neglur og... Já. Af því það, sko, mér langaði samt að halda smá hár. Hvað segirðu? Er það svona flókin? Flókin? Já. Já, þá bara verður að raka niður. Að raka af hvað niður, segirðu? Já, það verður að gera það ef hún er mikið flókin. Já, raka hann alveg niður. Já. Já. En mér langaði svolítið að halda eftir hárum í kringu gervörturnar á hann. Í kringu gervörturnar, viltu halda því? Já. Er hún ekkert flókin þar? Nei, já, jú. Þá, verður að raka það líka. Hvað? Hvað þarf ég að raka? Ef það er í kringu gervörturnar... Já. Ef hún er flókin undir, þá verður að taka það. Já, taka það, já. Já. Já, myndir segja það, raka á henni gervörturnar bara á. En hún er flókin, varst ekki að segja að þú vildir halda háránum í kringu gervörturnar, svo það ekki? Jú, gervörturnar, jú. Varir þú til að segja þetta einu sinni? En hvernig er það hægt, ef hún er flókin, ef þetta er flókin? Hvað segirðu? Ég mista alveg taktin í þessu. Hvernig er þetta að halda háránum þar ef þetta er flókin þar í kring? Hvað varst að tala um að klippa á henni neglutan líka? Ég klippi neglutan í leiðinni, já. Já, þú ætlar að gera það? Klippa á henni neglutan? Já. En ertu á þessari tík? Hæ? Ætlar að klippa neglutan á þessari tík? Hún var ekki til í þetta, maður. Hanna fór í yfir strikið. Hanna var þetta búið. Þannig restina, þetta var samt svo fallið. Það ætlar að klippa neglun. Hanna fór í yfir strikið, maður. Hún var svo skemmtileg, maður. Mér langaði meira með henni, maður. Já, þetta... Ansans vesen. Þarna var perrin upp á sitt besta, maður. Þetta var stórkostlegt. Er það? Já, þetta var æðislegt. Nei. Jú. Þetta var svona milli. Þetta var æðislegt. Þetta er Kings of Leon hér í FM 95 Blö og lagið er Wait for Me. Miklu uppáldi á þér þessa dagana. Já, búið að vera alveg í smá tíma núna. Já. Það minnst það bara svo þægilegt og gott eitthvað. Þægilegt og gott lag? Já. Ekki sammála því? Þægilegt og gott lag fyrir þægilegan og góðan gaur. Sem er auðvitað blöð hér. Já, en Pétur, þú ert nú eitthvað að tuðið mér að taka graðamanninu á eftir. Við skulum skoða það á eftir, ekki strax núna. Nei, þetta er engin pressa, sko. Ég er bara að vera mikið til í að heyra það svona. Já, þú ert samt kóngurinn hann, sko.
Við skoðum þetta. Það alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt. Fara út fyrir þægindarhringin. Mikið rétt, það aldrei að vita. En ég ætlaði núna að leggja fyrir því hérna 50 atriði sem þú verður að prófa áður en þú deyrð. Og ég og Steindi Junior fórum í þetta í gær. Já. Og þetta sem sagt 50, þetta inn á hann.is og þetta inn á síðu sem heitir hann.is, þetta eins og hún.is, ég held að sé sömu eigendur. Ég vissi ekki að þetta væri til. Alveg síður. Og þetta vinsælast þar og ég er búinn að sjá út um allt Facebook og eitthvað, fólk er að deila þessu. Og þetta sem sagt 50 atriði sem þú ert að prófa í kynlífinu áður en þú deyrð. Já, ok, það komið að því, Já, og ég ætlaði svona að tjekka á þér og byrja hvort að ég hafi prófað eitthvað af þessu sem er á þessum lista, Er ég að skilja það rétt? Já, og svona sá aðeins hvað þetta er. Ég ætla að fara bara eins og með Steindi að gera, ég ætla að fara bara hratt yfir. Ég er mjög illa við að vera svona gasparæms þetta í útvarp. Já, þetta er engin perraskapur, skilu, ég lofaði því. Nei, þetta er ekkert þannig. Og já, þá byrjaði ég hérna, við förum hratt yfir. Hefurðu farið í trekant? Nei. Hefurðu stundað hópkynlíf? Það er ekki það sama. Nei, trekant það eru 3 og það getur verið fleiri í hópkynlíf, held ég. Já, nei. En byrju, má ég, sem sagt, þú veist, ég kýs að svara þessu ekki, má ég segja það? Já, alltaf. Ég ætla ekki að vera að pína. Þetta er strax orðið eitthvað, ég er strax orðin að fá örari hjartslá. Þetta er eitthvað... Hefurðu stundað símakynlíf? Nei. Hvað meinar þú? Hvernig, ég skil, símakynlíf. Hefurðu kannski verið að skemmta á Akureyri eða eitthvað? Og sakna konunnar? Nei, rugglegar. Og þú ert bara í símónum, það er bara símakynlíf, veist ekki hvað það er? Jú, ég veit alveg hvað það er, en ég hef ekki gert það. Þannig, það er eitthvað, nei, ég hef ekki gert það. Nei, hérna er nú eitt sem ætti nú að hafa dótt inn hér, hefurðu stundað sjálfsfróun? Hvað? Já, svipin á þér. Þetta eru 50 hlutir áður og þeir, ég er bara að fara hérna yfir listan, ég er ekki að semja þetta rugg. Er það ekki, ég meina, er það ekki augljóst? Þú er flengt apan. Hvað rugl er þetta maður? Ég held að þetta svarir sér sjálf bara. Ég held að þetta svarir sér sjálf. En það var rugl. Hefur þú notað titrara? Nei, ég er bara að lista þetta. Ef ég notað? Ég hef ekki nefnir. Svo kemur hérna strax á eftir, hefur þú notað hjálpatæki ástarlífsins á einhvern eða annan hátt? Ég? Já. Ég? Hefur þú notað með konuninni? Já. Hefur þú látið binda þig? Nei, Auðun. Hefur þú bundið einhvern annan? Nei. Nei, þú veist ekki til því. Þetta er rugglir þetta, þetta er svo mikið þvæla, mann. Akkur þetta, þú veist, færði eitthvað út úr þessu? Hefur þú stundað kynlíf þar sem hægt er að koma að þér? Hæ? Hefur þú stundað kynlíf þar sem hægt er að koma að þér? Þar sem hægt er? Ég meina, er ekki hægt að koma að mann bara allstar, það er alveg sama, ég meina, hvar þú ert í heiminu, það er alltaf möguleika að einhver komi. Þú voru að tala um í svona einhverjum almenningsgarði eða eitthvað þannig. Nei, maður. Aldrei, nei. Hefur þú hort á aðra stundað kynlíf, klámyndir teljast ekki með? Nei. Þetta er alveg... Þetta er eitthvað svona mesta endaleysist þvæla sem ég hef heyrt. Ég átti ekki vona, ég veist að þú átti ímynd þetta eftir þessi 50 hlutum. Þetta er svo mikið rugl. Ég hef einhvern veginn bjóst ekkert við þetta. Er þið svona spurningar eitthvað? Hefur þú stundað kynlíf í bíl? Nei. Jú, nei. Það man ég ekki. Manstu það? Nei, ég held ekki. En kynlíf í bílalúgu? Í bílalúgu? Já, bara þegar ég fór í hérna drive-thru apotekið í Kópavóginum maður, hérna Livja-apotekið maður, já, heldur að kallinn hafi ekki bara hamrað gömlu þar maður, en ég ætla að fá hjá þér hérna einn pakka af íbúfinn og parkotinn og skettu smokkum í hérna bandurinn hann, eitthvað svona, nei, aldrei í bílalúgu. En flugvél? Aldrei. Nei, aldrei í flugvél. Hefur þú stundið kynlíf í hjónabandi? Í hjónabandi? Nei, ég er ógiftur. Já, nákvæmlega. Kynlíf í báti? Kynlíf í báti? Kynlíf í báti hér? Nei, aldrei. Hafið þið hendi léttar flengingar? Hvað? Ég bara, hafið þið hendi léttar flengingar? Þetta er auðvitað sem þú ert að semja líka sjálf. Ég sverða, þetta er hérna á handbúturins. Hvað, hérna, hefur þið verið með léttar flengingar, Pétur?
Nei, hvað, ég kýs að svara. Hvað er þetta svona, hvað er hýðan, eitthvað svona. Hefur þú hort að klá með magaðinum? Hvað er mikið eftir þessu spurning? Hvað er þetta ekki að vera búið? Hefur þú notað ísmóla? Það þarf að fara í gegnum allar 50? Nei, bara einna nokkrar. Hefur þú notað ísmóla í kynlífinu, Pétur? Já, reyndar. Hefur þú stundað kynlíf með bundi fyrir augun? Ég man það ekki. Hafið þið farið í hlutverkaleiki? Já, það hefur heldur betur verið gert. Þú hefur nú sagt mér frá því þegar þú komst en löggað upp í sumarbúð. Já, rúkið slasnarlegt. Það er einhver besta að segja sem ég heyrst. Já, ríkar. Já, svo er hérna... Svo astnarlegi búningar. Já, ég ætla ekki að fara í meira þess að það er hérna... Hefur þú stundað kynlíf með einhverjum sem er mun eldri en þú? Nei. Ég minna Sigrún er að því. Nei, ég er miklu eldri en hún. En hérna... Nei. Það er endur eitt hérna sem er á bucketlistanum mínum og ég hef ekki gert og það stendur ég að stunda kynlíf við rigningu undir berum himni. Er það á bucketlistanum mínum? Já, ég held að það sé einhver veisla. Það verður náttúrulega að gerast í einhver öðru landi en á Íslandi því að þú frjós í hel og ætlar að gera þetta hérna. En þarna, það er nóg eftir fyrir gallinn. Það fyrir ekkert að milli mála. Þú átt þarna held ég sýnist með 30 og... En er búið að taka þennan spurningalistu á þig? Nei, ég get ekki bæði stjórna þessu og spurt sjálf hann. Það er eitthvað að stjórna þessu lista. Já, ok, ég skal þá bara næst þegar ég kem. Þá má ég spyrja þig. Þetta er bara allir táraðir hérna. Hvað er þetta? Næst þegar ég kem í hérna þá. Skulum fá auglýsingar. Þá ætla ég að spyrja þig. Og svo, ég skal freka fyrir graðamanni fyrir þetta. Já, þú gerir það. Auglýsingar fyrst. Já. FM 957 og Sambíóin bjóða þér í bíó. What's out there? I don't know. It's coming our way. Í kvöld klukkan 8 í Egilsvöll mun FM 957 bjóða þér að sjá nýjustu mynd Vin Diesel, Riddick. Whatever they are, they ain't so hard to kill. Er ræða þriðju myndina hinn ódreifandi Richard Riddick, en hann býr yfir þeim hæfileikum að geta séð í myrkri ásamt því að vera grjótharður og ósigrandi. FM 957 gefur nokkrum heppnum hlustendum mið á myndina, en einnig getur keypt mið á sýninguna á sérstök FM 957 tilboði. Sambíóin, FM 957 og Riddick. You're not afraid of the dark, are you? Hjá Múla kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. The whole damn planet wanted a piece of me. Vin Diesel mættur aftur sem grjótharði Riddick í frábæri hasarmynd. Riddick frumsýnd 20. september. Time's up. Í kvöld á English Pub sér Einar Ágúst að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egils gull. Léttul. Þá vil ég á mér búst með þér. Keaskýr. Prótínríkt, bragðgott og mjúkt í máli. Allir leikir í beinni á risaskjá í boði Carlsberg. Players. Búðakór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistastöðin FM 957. Hér á FM 95 Blö og á FM 957 Ötti og Pétur Jóhann með þennan 5. daginn. Árið henni blúin henni Pétur og Jóhann. Árið henni blúin Pétur og Jóhann. Já, fallegt, skemmtilegt. Hvernig hún leikuði svona með nöfnin. Já, herðu, Blöndal. Já. Nú komið að því. Já, þú ert búin að vera að væli í mér. Já. Ég búin að væli þér að prófa að taka The Horny Bastard. Ég prófi graðamannin. Já, graðimaður. En ég tók hann náttúrulega einu sinni daginn, og það var eiginlega bara svona... Það var eiginlega alveg rétt. Hálf perralegt. Það er rétt, já, ok, sleppum við, förum í lag. Nei, við vindum okkur, ég fýblast þér. Við langar að þú takir annars sjans á þessu og farir í svona svipaðar áttir og... Ég hættu við hann samt, nú er ekki að grunast. Sko... Þú líka gerir hann svo vel, sko, eins og hann. Nei, það getur hver sem gert þetta. Bara... Förum í eitthvað svona bónda eða eitthvað svona dýratengt. Ég var reyndar að hugsa svona hundasnirtingu eða eitthvað. Já, eins og þú varst í aðan. Já.
Ok. Eitthvað svona tík. Já, það voru eitthvað 2 eftir hérna. Já, ok, þannig ég tek graðamann núna, ég hringi hérna í hundarsnýrtingu. Ekkert annað, kallið minn. Ég þarf ekki að vera eins og þú. Nei, þetta er bara einhver svona annar gaur. Þú gerir bara þína í útgáð. Já, þetta er svona lonely strákur sem er að hringja núna. Herri, prófum þetta graðamaðurinn hérna. Dýrabær. Já, góðan daginn. Halló. Já, góðan dag. Góðan dag. Herðu, eru þið að snirta hunda og svona? Halló. Halló. Móðulega heyri ég ekki. Já, heyri svo sætla. Ertu þarna? Já, ég hérna. Eru þið að snirta hunda og svona? Já. Já. Hérna, ég er með nafnilega tík sem þarf að snirta. Hvernig hund ertu með? Þetta er svona pulluhundur. Já, ég á ekki tíma fyrir 10. október. Nú, er svona mikið verið að snirta? Já. Já, ertu að snirta kannski einhverja tík núna? Nei. Nei. Já, ég er með svoleiðis. Já, akkurat. En 10, já, þetta er svona langt. Já, hvað ertu að gera núna? Ég er bara að snirta rakka, ekki tík. Já. Hvernig ertu að snirta hann? Ég er bara að raka hann. Já. Hann náði að skilið. Hæ? Hann náði að skilið. Hann náði að skilið? Já, ok. En get ég að panta hér? Já, viltu tíma 10. október á 5. degi? 10. Já, nú er þetta hérna í fyrsta sinn sem ég fer með hann í svona snirtingu. Hvað er verið að gera? En svo núna, hvað er þetta að gera við rakkan? Hvað er þetta að rakkan? Hann er bara rakaður allur. Bara með allan líka maður? Já. Já. En það er þetta, þú ert að ræðu hvort það á bara að raka andlit og... Já, hvort það á að raka alla eða hvað? Þetta að raka ánum til hann? Að raka ánum? Já, er þetta allt svæði? Já, þetta er svona allur líkaminn, já. Já, ég skilji. Þannig að það er kannski bara best fyrst að maður að koma með þetta annar borð? Já, það er bara fyrir eftir hvað þú kýst. Já, þannig að þú ætlar að raka tíkina mína? Já, eða klippana eða hvað sem hún vil. Segðu mér þú ætlar að raka hana. En þá segðu þú ætlar að raka hana. Hæ? En þá segðu þú ætlar að raka hana. Herðu, ef þú þurr áhuga tíma, þá er það 10. október á 5. degi kl. 1. 5. degi kl. 1? Þá ætlar að taka tíkina mín og raka hana. Nei, það ekki? Jú, þess vegna. Hún vill það? Já, það. Takk. Takk. Ég get ekki. Nei! Ég var með lexi illa. Þú varst með hana á Weimar. Veistu það, Pétur, ég er að dásta þér núna. Þú varst með hana á Weimar. Hvernig getur þetta maður? Nei, þetta var bara váka. Ég bara fekk svona í maður. Þetta var æðislegt maður. Það var bara... Þannig að segja við mig að ætla að rækka díkina mína maður. Þú dettur einhvern karakter alltaf sem ég var bara erfitt með að fara í. Ég er ekki fyrir það. Eins og ég á nú alveg létt með að sprelli fólki, sko. En mér leið bara illa, sko. Og það sem hræði mig mest við allt saman að það er mjög grund á þessum karakter. Það er mjög auðvelt fyrir mig að fara í. Hann er bara hérna rétt hjá. Þá er ég búinn að prófa þetta líka. Pétur Jóhann heimtaði að ég myndi taka 1 graðamann. Hann var góður, það var gaman á hann. Það var áhugavert að prófa hann. Já, þetta er ógeðslega gaman. Þetta var heilandi gaman. Þangað til í næstu viku. Þetta er að nýjasta frá M&M hér. Berserk. Þetta er svakalegt lag hér. Ná, þetta er svona old school rap einhvern veginn. Þetta er svona gamli góð M&M, ég fíla þetta. Gamli góð M&M hér í FM 95 blöð á FM 957. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og já, það er komið vikulegum dagskólið hér hjá okkur í FM 95 blöð. Og það er brandarahotnið og brandarakeppni. Já, þá FM 95 blöð. Segjum við báði brandara og fólk kringir í 511 0957 og greiðir atkvæði og það er fyrstur upp í hvað? 4 eða ekki? Þetta var 5? Jú, bara fyrstur upp í whatever. Já, hvort viltu? Fyrstur upp í 4, 5. Fyrstur upp í 4, það er fínt. Af því að karaoke er alltaf 5. Það er fínt, já. Sæðið um blöndan. Og, já. Þá sleppuðu bara karaoke núna. Já, það er ekki karaoke í dag. Ég var ekki með neitt lag einhvern veginn. Nei, en sko máli er, þú varst að tala um brandari, ég var búinn að gleyma brandarakeppninni. En svo fór ég að hugsa, ég las, sko, mjög fyndinn status. Já. Á Facebook. Já. Sem að er, sko, náttúrulega, hann er svolítið gróður þessi status, en þetta er brandari.
Og já, ég veit ekki hvort ég sé eitthvað klikkar, ég persónulega, ég hló, þannig að ég ætla bara að lesa hann, það verður brandarinn minn í dag. En hjá þér? Þú með eitthvað brandara? Ég er með brandara, já. Ok, viltu ekki bara ég byrji? Jú. Það er ekki í lagi? Jú, Blöndal, ég treyst á því. Ok, og... Þetta örbrandari, sem sagt, hjá þér. Nei, þú verður bara að hlusta vel og taka eftir. Ok. Já, þá hefst lesturinn, ég veit ekki, ég hló að þessu. Já. Það er alveg magna hvað fólk getur leyft sér að vera afskiptasamt og fordómafullt. Félagi minn sem er frá Íran var með konunni sinni út að borða daginn og það var gláft á þau og hrópaði eins og væri glæpamenn. Hann er reyndar rúmlega 40 og hún er 21 árs, en hverjum kemur það eiginlega við? Þetta gjörsamlega rústaði 10 ára brúðkausamafmælið þeirra. Hann er góður. Vá, hvað ég þurfti lengi að spá í þessu. Smámaður. En góður brandari, þessi er nokkuð góður. Ég er hlónaflað þegar ég heyrði hann. Þetta er brandari? Já, þetta er brandari. Já, þetta er brandari. Hann er reyndar rúmlega 40 og hún 21 árs, sem hvernig kemur það við, þetta gjörsamlega rústaði 10 ára brúðkausamafmælið þeirra. Fór út að borða. En hvað á Peter Joe handa okkur til þess að vinna brandarakeppnina? Þetta er brandari. Já. Hann er svona. Guðmundur var læknir sem var með samviskubit. Alveg sama hvað hann reyndi. Hann bara gat ekki gleymt þessu. Hugsanir spillt siðgæði og brot á læknarreglum voru að kæfa hann. En einstöku sinnum heyrði hann rödd í huga sér segja: Guðmundur, ekki hafa áhyggjur af þessu. Þú ert örugglega ekki fyrsti læknirinn sem sefur hjá einum af sjúklingunum sínum og örugglega ekki sá síðasti. En svo heyrðist önnur rödd innra með honum, aðeins háværari. En Guðmundur, þú ert dýralæknir. Þessi er svaðalegur brandari hér í brandarakeppninni. Það eru báðir alveg frekar grófir, sko. Já, það er allt í lagi. Sjáum hvað hlustendur segja, FM. FM, góðan daginn. Já. Halló. Heyrðu, þetta er svona langt á eftir. Já, þú voru að lækja útvarpinu. Halló. Þessi datt bara út. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Það er... Halló. Það er Ötti... Nei. Ekki alveg klár. Það er Pétur Jóhann. Pétur Jóhann. Vinnur klárlega. Ok, takk. Takk fyrir þetta, vinnu minn. Hann var hérna á búin að segja Ötti, hætti svo við. Já, hætti þetta munaði litlu. 511-0957, Þetta munaði hársbreytandi. Já, FM, góðan daginn. Góðan daginn, þetta er Rúnaður Pér. Hvað segirðu? Sæll og blessaður. Blessaður. Hvað segir? Hver er þetta? Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, en þú? Ertu ekki að hringja út af brandarakeppninni? Herðu, ég ætla að segja Ötti. Ötti, ok, glæsilegt. Takk fyrir það, vinnur. Takk fyrir. 1-1 og við fáum hér næsta hlustanda. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Blessaður. Hvor brandari fannst þér betri? Pétur Jóhann, klálega. Pétur Jóhann. 2-1 fyrir Björsa, takk fyrir það. Ok, við fáum næsta. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvor brandari fannst þér betri? Herðu, mér klálega Ötti. Það er ekki þig. Ég er náttúrulega, við fannst hann góður. Ég er sammálaður, mér fannst hann mjög góður. Mjög góður brandari. Takk fyrir þetta, 2-2. Ok, bye. Tönum saman. Það er lætt. Ég veit hann. FM. Það er bara að segja Pétur Jóhann. Pétur Jóhann, 3-2 fyrir Pétri. Þetta líst mér vel á, takk fyrir. Takk fyrir að ringja. Ég er hættur með svona læti. Halló. Ok, það er allir að hlusta alltaf í útvarpinu. 3-2, FM, góðan daginn. Já, blöðsurinn. 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 3-3. Já, það er blöðpub. Takk að lára það. Takk fyrir. Það er 3-3, þannig að þetta er úrslit atkvæði. Þú voru að velja rétta línu. Já, ég tek þessa hérna. FM, góðan daginn. Hvor brandari fannst þér betri? Já, góðan daginn. Það er Ötti. Það munaði litla. Það var komið tíma á sigur í þessari kefni. En brandari hans Péturs var samt góður líka. Nei, hann var ekkert góður. Já, hann fín, en ekki nógu góður. Ég skilði mjög vel að hafa valið hann Öðun Blöndal vegna þess að þetta var fanta góður brandari. Hvaðan ert að ringja? Ísafirði. Ísafirði, hvernig er stemmingið þar? Allt í lagi. Ég á bróður á Ísafirði, sem býr á Ísafirði. Nú. Hann heitir Sigfús Róbert Sigfússon. Er hann við hliðina þér? Nei, því miður. Leið mér að tala við hann í kvelli. Þekkir hann eða? Nei, ég þekkir hann ekki. Þekkir hann ekki. Nei, ok, hann er ekki hirðfyllið í bænum svona eins og Pétur væri og hann myndi búa á hann. Hann lætur lítið fyrir sig var hann.
Herru, takk hérlega fyrir að hringja og tryggja sigur. Lítið. Ok, bye. Það fór 4-3 og eins og ég segja, winning is my fuel. Býta aðeins maður, þú felur alltaf þegar þú tapar. Hefði ég kannski... Ok, hefði tekið þessa línu. FM. Já, hvernig hefði þú valið í brandarakefni? ég hefði valið þig, Pétur. Ég tók bara rétt að línu. Takk kærlega fyrir. Já, herðu, ég er líka að hringja frá Ísafirði. Ertu að líka það er mikið hlustun í Ísafirði, maður. Já. Rólum. Skiljum kveðju til Ísafirðar. Já, gera. Þekkirðu bróðið minn? Bæ. Hvernig hefði þú kosið? Ég er kosið Pétur. Já, þarna ég er að segja. Betur fyrir valdið rétt að línu. Heyrðu, býta aðeins. Í bíó, Malavita. Sick of being a witness protection. Nýjasta mynd Luc Besson og Martin Scorsese. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. Frábær glæpamynd með kolsvörtum húmor, þar sem Robert De Niro og Michelle Pfeiffer fara á kostum. Malavita. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Apótekið býður þér 20% afslátt á Voltaren Geli og Voltaren Dolo út september. Apótekið. Einfalt og ódýrt. Bátur mánaðarins á Subway er pizzabátur og kostar aðeins 450 krónur. Pepperoni, pizzasósa og ostur og brakandi ferskt grænmeti. Subway, eins og þú vilt hafa. Viðskiptavinir með F+ tryggingu fá flottar húfur með endurskinni fyrir krakkana á næstu þjónustu skrifstofu VÍS. Sjáumst í skammdeginu með F+. VÍS. Í kvöld byrjar Oktoberfest á English Pub. Bóli frá Ölgerði í boði frá klukkan 9. Einar Ágúst sér tónlistina. Láttu sjá þig. English Pub Reykjavík. American Style og Vodafone kynna. Aulinn í X2. Ég hef verið ráðinn til að bjarga heiminum. Grú og gullu karlarnir eru mættir aftur. Helmingi fyndnari en síðast. Aulinn í X2. Ég næ þessari mynd aldrei úr heilanum. Sýnd í bíó land allt. Skúrken og Bistro Boy spila á Hressó 50. 19. september í boði Viking Léttur. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðasmára. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Mun ekki lendi, það er að vera locked out of heaven. Ég held að PSA verði hleyft beint þar inn. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö. Það er ekki svo víst, maður. Jó, ert ekki nokkuð flekklaus. Maður er búinn að gera svo margt í gegnum tíðina, maður. Hefur þú fram í glæp, Pétur? Glæp? Já. Hvernig glæp? Maður að svona fara í fangelsi? Eða svoleiðis? Já, ef við byrjum bara þar. Hefur þú farið í fangelsi? Ég hef sko, þú spurði með þessu. Já, ég náði eiginlega aldrei að gista fangageymslur. Já, ég spurði þess áður, já. Fyrir að stoppa löggubíl, svona eins og fullakonan hann daginn, eða ekki? Já, svipað sko. Nefn að ég náttúrulega rætt ekki. Nei. En þeir settu mig nú inn í Maríuna sína og fóru með mig hann nýr á Hverfsgötu sko, þar sem að ég var búinn að láta þið sitja þar í 1,5-2 tíma. Ég náði mér að segja restina að djamminu sko. Já, alveg rétt. Það var einhver svona fíblagangur, ég var með einhver svona rugg. Já, þú hefur ekkert verið að... Hvað er löggi hérna maður, hvað er að gera maður og eitthvað svona rugg. Þú ert ekkert á sakaskrá? Nei, jú, það geti hafa finnst, ég veit það ekki sko. Hvað? Varstu á sakaskrá sem þetta? Nei, ekki út af þessu, það var annars. Nú, hvað var það? Já, það var maður ungur og vitlaus maður. Það var maður að keyra upp. Ég var eitthvað, ég gæti að hafa eitthvað svona... Gætur að hafa hvað? Sestnundi stýri á bíl og hérna verið búin að... Nei... Það geti verið. Ölvunarakstur. Lélegast að ég heimið maður. Já, það var einn tíma unn. Það er löngu áður en ég kynnist þér, það veit ég, því að þú ert orðin tölvöld kynsamur en það í dag. Já. Langt síðan unn. Það var langt síðan. En þú, hefur þú verið að rækta kannabis? Hef ég? Já. Nei. Hefur einhvern tímann verið að rækta einhvern anskotin í íbúðinni? Nei. Hefur ekki verið búin að setja álpappír í allan glugga og fullt af flúrperum og eitthvað svona brátt? Það er ekki líklega. Akkur ekki. Ég vissum þú átt íbúð ykkur stöður upp í Breiðholti sem þú hefur aldrei farið inn í nema bara til að tjekka á plöntunum þínum. Ég gæti ekki hugsað kaktus. Ekki? Hvað þá einhverja svona plöntur? Ok. Ég hef aldrei, nei. En þú hefur fundið að brugga, landa?
Varst ekki kallaður auðt í landi á Sauðárkróki? Herðu, ertu eitthvað að hefna en að því að spurði þig? Já, ég er að hefna mín, já. Auðt í landi, nei. Auðt í landi, maður. Ringi bara auðt að landa, maður. Ég get bjargað mig með sódastrið, menn ég get ekki bjargað að landa. Getur ekki? En pappið minn hins vegar, hann var komin í einhvern rauðvínsbransa á sínu tíma. Það var eitthvað viðbjör og vildi ekki drekka það, þannig að hann... Hann kallaði Kitty Gambri? Nei, það var rauðvín. Gambri í söllu kannski, eða? Ég veit ekki. Ég þekki þetta ekki. Nei, ég hef ekki verið í neinu og hef aldrei verið á sakarskrá og ætla mér að halda þig þannig. Já, þú stefnir að því. Já. En hefur gert einhvern anskotan af þér sem hefur ekki komist upp um? Nei, veist, náttúrulega bara þurfum á gutti eitthvað svoleiðis, bara stólið einhverju, veist. Hefur aldrei keyrt á hratt, til dæmis, og bara enginn vita af því. Já, en þú verður ekki að sakarskrá fyrir það. Ég hef verið tekinn frá áfraðan akstur, jú. Þú hefur verið tekinn og verið, herra fullkominn allt í einu bara með eitthvað skíti í buxunum, maður. Býttu nú við, og hvenær varstu tekinn fyrir áfraðan akstur og hvað? Ég var einu svona að keyra norður, hvað er það? Ég hafi ekki allir hvað varst á 120, 30, 150, 40, 80? Það er nú bara svona hvítfilm, nei, ég misti ekkert prófið. Ég var einu sem tekið mér áhraðan akstur og ég var svittur á staðnum. Nei. Þeir tóku bara skýrtinni maður og ég bara fekk ekki að sjá það í heila mánu. Það vonandi að vera edru þá. Já, bara ég var bæjabrautin í Garðabæ, það er leiðulegur hámarsaði þar held ég 30 eða eitthvað. Hvað varst þú á? Ég held ég að vera á 3-földu því eða 4-földu eða eitthvað, ég var eitthvað rugl. Hvað varst það reyna að negla niður börnana eða? Nei. Hvað, 120 bara sem er 30? Þetta var eitthvað, já, þú veist, það var myrkur og hánótt, ég bjóst ekki við að vera eitthvað á ferli mér. Sá ég eitli og bíljós koma maður, ég sagði, þetta getur ekki verið löggan. En ég hafði rámt fyrir mér. Já, en þú sem veitir fer þroskast, Pétur. Ekki mikið. Ekki mikið, en eitthvað. Það eru konin til okkar góðir gestir hér sem ætla að ræða okkur smá sýningu, svo ætlum við líka í lagið á leiðinni heim eftir smá stundan, ekki voru okkur að skemmast við það. Má ég semja við þig? Hvað er með það? Má ég velja lagið á leiðinni heim? Já, ég er samt komið eitt. Ræðum aðeins málin. En veitu að þú veist, ég veit að því, sko, þú vannst brandarakefnina, var annarlega áttu að fá að velja það. En það er ógeðslega oft sem að ég vinn eitthvað á svona og ég má velja það og þú velur það. Ok, þá, veist hvað ég gerir það núna? Hvað? Þegar við erum að fá hérna gesti í heimsókn. Þá ætlum ég bara að svissa lögunum. Þetta er lagið sem... Þú hefur komið til Sviss, ég hef komið ákveð. Ekki gera þetta. Ertu hissa svo að tapa brandarakefni? Félagsmiðstöðin á Sauðárkróki. Það var gríðalega vinsælt, hvað, 93? Þetta er náttúrulega Offspring með Self-Esteem. Átt að vera lagið á leiðinni heim, en Pétur heimtaði svo annað. Þannig ég lauma þessu bara hérna inn á milli. En við erum konið með góða gesti hingað í stúdíó við Pétursson í lok þáttar. Og já, þeim er bara að byrja að kynna ykkur. Já, Sveinn Breki heiti ég. Sveinn Breki. Ingibjörg Ásta heiti ég. Ingibjörg Ásta og Arna Jónsdóttir. Og Arna Jónsdóttir. Verið velkomin. Velkomin, já. Þið eruð að setja upp sýningum sem er helgina, ekki satt? Heldur betur. Jú, mikið rétt. Fyrsta sýningin okkar er núna á föstudaginn klukkan 8. Síðan á laugardaginn klukkan 2. Og það er nú maður sem hefur lengi verið miklu uppáldið á mér. Þetta er Michael Jackson sýninga, ekki? Jú. Konungur Popsins. Konungur Popsins. Já, mesti performer allra tíma að mínum að þið. Já. Já, alltaf ekki. En sko, núna, ég mista. Þeir að setja upp þessu sýningu, þeir eru í Vestló? Já, við erum tilfallandi öll í Vestló sem að sitjum hérna inni núna. Já, en það er ekki Vestló sem er að setja upp sýninguna? Nei. Þetta er styrtarsýningum helgina, ekki? Jú, það passar. Þetta er til styrtar krabbameinssjúkra barna. Já, hérna SKB. Já. Málefni verður nú ekkert mikið betra. Nei. Heldur betur ekki. Algjör snill. Já. Mér langar að beðast afsökunar á því hvað er mikil svitalikt af mér. Við vorum að koma á æfingu og... Svitalikt af þér? Það er beðast afsökunar á þann en svo fatt að ég það er eiginlega meiri svitalikt af þetta þannig að ég er eiginlega... Já, þetta er ég. Ég held að þetta væri að mér bara. Ég finn ekki neitt. Já, sko, svitaliktin er á mér. Já, þú meina það? Þetta er í skegginu hans Péturs bara. Þetta er bara í skegginu, sko. En hvernig er hérna, er þetta danssýning, er þetta söngvasýning eða hvað er þetta? Þetta er svona best of both worlds, eins og Miley Cyrus myndi segja, sko. Já. Við erum hérna með massívan dans, við erum 9 dansarar. 9 dansarar. Það er meðal 2 kids sem eru bara hæfileika ríkustu... Já, sem er alltaf í símaauðlýsingunni, hann með ykkur? Hann er heldur góður. Það er svona lítill gutti. Það gæti verið. Ok. Við man ekki alveg hvernig hann leit út. Já. Það er hérna, nú er ekki að reyna að dónalögu stelpur en þið þurfa að tala í mikrofónin. Þetta var akkurat þarna. Já, en hvað segir þið? Já, það er þannig að það er hópdans? Já, það er hópdans og svo erum við að tala 7 manna hljómsveit og brjáluð, ljós og þú veist, allir pakkin. Þetta er svona sjó eins og maður myndi sjá kannski í London, svona Michael Jackson sjóði í London. Ok, ekki. Dansarar, söngvarar, bakrættir, Michael Jackson sjálfur eða það sem að leikur hann, Alan Jones heitir hann. Já, Alan. Hann hefur nú tekið Jackson lokkusunum. Já.
Var það ekki Allan, fór ekki Einar Bárða að grenja þegar hann datt úr X-Factor? Var það ekki Allan? Já, Allan, jú, það var Einar Bárðason, einmitt, þú voru að græða. Svo greit hann bara Allan þáttinn. Hann greit Allan þáttinn. Hann með grín bara á blaði, sko. Hann verður komið þáttinn á næsta laugardag bara. En hvar verður þessi sýning? Já. Hún í Hörpunni. Hún í Hörpunni? Aðalsalnum? Nei. Stóra? Ekki í Stóra salnum. Hvað heitir? Við byrjum hérna í Kaldalóni. Kaldalóni, já. Og hvernig veist það maður með það? Það er á miði.is eða á harpa.is. Miði.is eða harpa.is. Og hvað heitir sýningin? MJ Experience. MJ Experience. Það er ekkert annað. Ég hvet alla til þess að, fara inn á miði.is eða harpa.is og verða sér út miða. Það er ráðgera bara þessar 2 sýningar, sorry. Já, til að byrja með. Já. Svo ef þetta gengur vel og allir koma, þá verða mjög líklega fleiri. Glæsilegt, við vonum að verða bara uppselt á báðar og eins og ég sagði líka án, málefnið verður ekkert mikið betra og talandi gott málefnið, svona að því að við erum að kveðja Pétur að þá er líka styrktalegur hjá Vestló í kvöld. Það er fótboltalegur sem er í Egilshöll og þar eru nú nokkrir að fara að spila. Þú ert að fara að spila? Akkur er þú ekki að stjórna miðinni? Ég? Ég vegna þess að ég bara er ekki frambærileg fótboltamaður. Ertu bara að skila spólum? Það sé svona aðal, já, og skila spólum og eitthvað. Nóg að gera. Já. En sá leikur hefst klukkan 7:30 í Egilshöll 500 kallinn og það rennur allt í frábært málefni líka. En endilega tekja á því eða viljið kíkja á alvöru fótbolta í kvöld. Takk hérlega fyrir komuna. Takk sem lag sem Gangi ykkur vel með sýninguna. Pétur, takk fyrir daginn. Alltaf gaman að vera með þér. Þetta er ótrúlega fljótt að liða með. Já, klukkan 6 strax bara. Mér finnst þess að ég er búin að vera inn í korter. Og hlustendur, takk fyrir hlustununa. Við heyrumst á morgun. Við ætlum enda þetta á laginu á leiðinu heim og það er Pétur sem að fekk að velja þetta og ég er alveg sammála sem. Þetta er Kings of Leon með glænýtt lag. Glænýtt lag. Pétur, hvað heitir það? Ég er búin að stengleima það. Ég er svo stressaður. Nei, ég er búin að gleyma það. Spóður S eitthvað. Supersokkar. Sem að skella þér í bíó. Þú borgar minna fyrir bíómiðan ef þú ert með bláa kortið. Nánari upplýsingar á hringtorg.is. Bláa kortið borgar sig. Arion banki. Loksins.